Ok.
leikurinn fara fram föstudaginn 3. nóvember kl. 19:30 og laugardaginn 4. nóvember kl. 16. Þau verða báðir í Mjósvöll. Miðasala á leikinn mun hefjast núna í vikunni og verður lesa á námtix.is. Það er mikið eftirvænting hjá okkur hjá HSÍ fyrir þessu leiki. Þetta er fyrsti leikir Snorra, Sigurður Næstþjálfara og erum væntanlega í Hjarta. Við erum byrjað að undirbúa þarna fyrir EM sem fram fyrir Þýskalandi í janúar og er þetta svona fyrsti bósetning fyrir það verkefni. Ég ætla sem ekki að hafa þetta lengra en gefa Snorra orðið og bjóða að fara yfir hópinn og liðið og verkefni frá. Ég skal gera það. Ég er líka mjög spenntur. Eðlilega 19 árið fyrir mig að vera bara landsþjálfari, þannig að þetta er svona ákveðið aðdraganda að velja þennan hóp, en ánægjulegt að þessi loksins koma að því. Eins og gengur og gerist alltaf, þú veist, einhverjar spurningar og einhver smá hausverkur sem fylgir þessu, en ég tel mig hafa valið þannig leikmenn sem eru bara okkar bestu menn í dag. Standi í dag á liðinu gott. Einu meiðslin sem eru í gangi núna er náttúrulega Gísli Þorgeirs og hann ekki með okkur í þessu verkefni. Lára Markarskjæn, staðan á honum er góð, endurhæfingin gengur vel og gerði mjög óvart ef hann sagði okkur ekki til boða í janúar. Og ef þetta heldur áfram eins og gengið hefur hingað til þá reikna ég bara með að hann spili leikinn með Magdeburg í allan í desember. Þú fara eins og með annað, þá getur alls konar hluti gerst og við erum bara mjög sjá. Við ákváðum að velja eitthvað stóran hóp, 21 leikmann. Það er líka náttúrulega vegna þess að þetta er minn fyrstu hópur, mikilvægt fyrir mig að fá svona tilkynningu fyrir þeim í verkefni, æfingum í leikinn, í hóp og fundum og annað slíkt. Það er náttúrulega stend ólíkt að vera að horfa þá í tölvunni eða sjónvarpinu eða svo að upplifa þá á æfingum og í action, kynnast þeim aðeins og svona átta sig aðeins á hlutunum. Eðlilega svo með janúar í huga og svona hvað það er sem við viljum svona hafa í liðinu ákvörðast á. Þannig að þú þekkt bara þess að þú hendur upp liðinu, hópur á þess að þau verða komið upp á skjáinn. Eins og sé 20 leikmenn, 3 markmenn. Ég vil ekki gera það líka bara til þess að, eins og ég var að segja, kynnast þeim, sjá það í action. Það er ljóst, eða svona já, við reiknum með því að það er bara 2 markmenn á EM í janúar. Þannig að Viktor Björki og Ágúst Eli eru markmennir 3, opnamennin Bjarki Már, Stíven, Óðinn og Sigvaldi. Fyrir maður hægri hópinu, það er kannski ólíkt undir hópinu, það er, verður bara að segja eins og það er aðeins minni samkeppni þar og við eigum slatta af undir hópnum önnum og þannig að það var svona meiri hausverkur að velja það. Bjarki Már svo sem nýstíður til meiðslum en einhver síður hópnum er byrjað að spila með vexturinn og lætur vel af sér. Og það var svo sem ekki mikið hausverkur að velja hann. Stíven er í liðinu. Þeir sem svona fylgjast með handbolta kannski áttast á því að hann hefur aðra eiginleika heldur en hinir sem svona við erum að horfa til og þá er það kannski aðeins þessi varnarþáttur að geta spilað fyrst og við þá breyta álaginu eða hugsa út frá okkur hraðlum og annað slíkt. Ég þekki hann alltaf vel og veit svona hvað hann getur. En þetta þarf kannski að láta reyna meira á það í þessum náttúrulega landsliðsbolta hvort að þetta sé eitthvað sem hentar okkur en þetta er nú svona verkefni til þess að komast á því. Útileikmennir, Aron Pálmarsson, Haukur Þrastafsson, Elvar Jónsson, Jandræði, Einar Þorsteinn, Ómar, Donni stendur inn á mér, Kristofur, Viggo, Þorsteinn og Elvar Ásgeirs og Magnús Óli Magnússon. Ég ætla ekki að fara yfir þetta allt, kannski leikmann fyrir leikmann. Aron Pálmarsson er áfram fyrirliði liðsins. Þetta hefur hann kannski svona, hvað maður að segja, ekki verið þessi flugeldasýning sem hann byggust við en svona fyrir mína part er það eitthvað sem kannski kom ekkert eitthvað svakalega óvart. Það að flytja heim eftir mörg ári atvinnumennskunni er bara kunst og tekur tíma fyrir menn að koma sér fyrir, þannig að þessi komið ekkert eitthvað svakalega ágjörð því. Haukur Þrastafsson, mjög ánægjulegt að geta valið hann
Það þekki allir hans meiðslasögu sem fylgist með handbolta og var gríðarlega ánægjulegt fyrir hann fyrst og fremst að vera komin aftur á stað. Við byrjar að spila með Chelsea í Póllandi, spila kannski meira svona þessi leiki í deildinni heima fyrir. Hafa gert það vel finnst mér Chelsea. Einar Þorsteinn, hann er ekki kallað nýlega, hann er ekki spilað leik, hann var nú valinn hérna á sínum tíma þegar ég var þjálfarinn í Val. Það voru ekki leikir held ég sem voru spilaðir. Ég fylgdist vel með honum í fyrra, hann var frábær með Freyrisja í úrslitakeppninni, fór í aðgerð í sumar en byrjaði að spila aftur og hann strax fann að spila stórt hlutverk hjá þeim, sérstaklega varnarlega og hann er svona kannski fyrst og fremst valinn sem varnarmaður. Einar hefur einhver eiginleika sem aðrir hafa ekki. Það er erfitt að útskýra hvað eiginleikar þetta eru en það er eitthvað svona óþægindi sem fylgir því að spila á mótunum og hann er líka í mínum huga framtíðarmaður í þessu liði og ef svona hans þróun verður eins og hann hefur verið undanfarið þá sé hann fyrir með sem landsliðsmann til margra ára og þetta er eitthvað svona fyrsta skrefið í því að taka hann inn í svona hóp og sjá svona hvernig hann funkar í því og sjá svo bara eftir rólega hver framfærin að verða. Þrjáverkundar skiptur, Ómar Donna og Viggo. Þetta teitur líka inn í kannski þessari ringiðu. Hefur svona að framan að spila lítið með Flensburg þannig að þetta voru þeir þrír sem ég valdi að þessu sinni. Þorsteinn Leó, Elvar Ásgeirs og svo Magnús Óli Magnússon sem ég ákvaði líka að taka inn svona með, þekki hann náttúrulega líka vel og hefur líka eiginleika sem ég kannski Þorsteinn Leó og Elvar hafa ekki og verður svona spennandi og gaman að sjá þetta á æfingum og vega þetta aðeins að reisa svona sem við viljum. Línumennir Elliði, Ýmir. Það er kannski bara með þessa leikmenn sem eru búin að koma tilbaka úr meiðslum, svo Ómar og Viggo, Aron, Bjarka og svona, það voru allir að skora mikið helgina. Ertu svona ánægð með þann stað sem eru komnir á núna? Mér finnst
fyrir því, það er kannski stríðst í hann Bjarki byrjaði að spila. Hann var samt frá fyrir ykkur síðan. Æfði við liðunum í einhverju tvær tíma bara hann spilaði leikmenn og það var svo sem hann var ekkert alltaf saman meira ákvörðun. Vildi byrja að spila en lætur vel af sér, segir fyrir góðu standi, lítur vel út. Það var svo sem já, hann óbyrjar að taka með í þetta verkefni. Samarinn, Viggo og Ómar, þeir verða svona láta vel af sér. Þetta er bara eins og gengur að gerast og komið tilbaka úr meiðslum og þarf aðeins að passa þau. Þetta er náttúrulega sérstaklega Ómar að spila í Bundesliga og meistaradeildinni en hann hefur spilað alla leikina með Magdeburg fram að þessu og